sæl. Það er að tala skyndidauða vegna hjartasjúkdóma hjá börnum og ungu fólki á Íslandi og rannsóknina mína sem í vinnslu. Ég í sérnámi í lyflækningum og leiðbendinn Gunnar Þór og hann sérfræðingur í hjartalækningum og lyflækningum og lektor við læknadeild eins og talað Og meðrannsóknir Guðmundur Otti, sérfræðingur í lyf- og meltingarlækningum og Jóhannes Björnsson og Þóra Tryggvason meinafræðingar. Skyndidauði í börnum og ungu fólki sjaldgæft en leið hörmulegur atburður og þarna að látast ungt fólk í blóma lífsins og oftast virðist vera við fulla heilsu og eins eftirstöðvar á eftirlifendur gríðarlegar. Þannig að betri þekking á orsökum og aðstæðum gæti mögulega hjálpa til við forvarnir eða skimun. Í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar hafa sýnt fram á þó nokkuð mismunandi tíðni og orsakir og eins fáar rannsóknir sem hafa náð til heilla þjóða. Tilgangurinn okkar að meta tíðni, kynjahlutfall, aldursdreifingu, orsakir og aðstæður skyndihjartadauða barna og ungmenna á Íslandi til að bera saman við önnur lönd og vonandi að geta varpað betra ljósi á orsakirnar. Þetta framhaldsrannsókn. Fyrri rannsóknin rannsakaði tíðni og orsakir skyndihjartadauða hjá 12 til 35 ára á árunum 1974 til 2004 en þá með minni viðbótarrannsókn núna verður þá tíminn hjá 12 til 35 ára eða heildarrannsóknartíminn 42 ár. Þannig kemur bara tíðnitalan úr fyrri rannsókn og ég tala aftur það eftir, það 1,47 fyrir 100.000. Þetta aftursæ rannsókn og árið sem við skoðum 2005 til 2015. Við leitum í dánarmeinaskrá landlæknis að þessum ECD-greiningum, sjúkdómar í blóðrásarkerfi, meðfæddar vanskapanir í blóðrásarkerfi og illa skilgreindar eða óþekktar orsakir dauða hjá öllum sem létust á aldrinum 1 til 35 ára. Þess að við stækkum aldursbilið. Eftir 35 ára taka kransæðasjúkdómar oftast völdin. Undir 1 árs þeir sem láta skyndilega fá skilgreiningana vöggudauði og hefur verið rannsakað mikið sér, þannig að við sleppum því. Við tökum þessa úr dánarmeinaskrá, við tökum að það alltaf úrtaka þar sem að greinilega einhver sem dó ekki hjartaskyndidauða og við erum búin að því núna. Við fórum með 75 einstaklinga inn í að skoða krufningaskýrslur og sjúkraskrár og erum stödd þar og ákveðum okkur svo eftir það hvort að sá dauðsdagi uppfylli skilgreiningu hjartaskyndidauði og söfnum svo þessum upplýsingum. Kyn, aldur, orsök, skoðum vefjarannsóknir ef þær hafa verið gerðar, erfðafræðilegar rannsóknir ef þær hafa verið gerðar og reynum að nálgast eins og vel að við getum fyrri heilsufarssögur, aðstæður við andlát og fyrri einkenni. Þetta okkar skilgreining sem flestir nota úr Harrisons og þessi skyndilegur hjartadauðdagi talinn náttúrulegur dauðdagi vegna hjartasjúkdóma í manneskju sem hefur þekktan hjartasjúkdóm eða hefur ekki þekktan hjartasjúkdóm en dauðdaginn alltaf skyndilegur og með skyndilegur skilgreiningin þess að það má líða klukkutími frá breytingu í klínískum statum þar til að dauðdaginn á sér stað en undan þá ef að dauðinn í einrúmi að meinafræðingur telur ekki lengri tíma en 24 tíma frá því að einstaklingur sá síðast á lífi og við fulla heilsu þar til að deyr. Þetta bara algoritminn sem við notum. Það fyrsti púli þess sem við fáum úr dánarmeinaskrá og þessum ECD-greiningum. Tökum út þá sem að látast augljóslega vegna annarra ástæða og fyrir svo niður í krufningaskýrslurnar sem við erum búin með og við erum sem sagt í rauninni bara að raða niður hvað skyndidauði, hverjir hafa þekktan fyrir sjúkdóm, hverjir eru með congenital heart disease og fara í gegnum sjúkraskrána sem ekki alveg búið. En hverjar eru helstu orsakirnar sem eru þekktar? Það eru kransæðasjúkdómar efst á blaði, þeir eru alltaf stóra prósentur og svo hjartsláttartruflanir og jónagangnagallar.
sem valda oftast því að við sjáum ekkert í krufningu á hjörtunu eru eðlileg og þar undir eru nokkrar undirtegundir eins og Lampcouchier, Wolff-Parkinson-White og Brugada syndrom fleiri. Og svo eru hjartavöðvakvillarnir og það eru líka nokkrar undirflokkar. Hérna ofvaxtar hjartavöðvakvilli efstur sem Gunnar Þór tala og svo meðfæddir hjartagallar, tetralógi og fallóð og fleira. Og svo síðast en ekki síst mýókarditis eða hjartavöðvabólga. Aldursdreifing. Hjá undir 2 ára þá eru meðfæddir hjartagallar oftast algengasta orsökin. En í úlingum og ungu fólki eru helstu ástæður hjartsláttartruflanir, hjartavöðvakvilli og hjartavöðvabólga. Oft á tíðum í rannsóknum eru þau sem eru með byggingarlega eðlilegt hjarta í krufningu akkurat þarna í úlingum og ungu fólki. Kransæðasjúkdómar mjög sjaldgæfir í yngri en 25 og eftir 35 fara þeir að taka yfir völdin sem ástæður hjartaskynduga. Fyrirboðaeinkenni, þau eru algeng, flestir sammála það eru rannsóknir sem eru að reyna að átta sig á þessu og þeir sýna svona í bilinu 40–70% tilfella. Og þetta eru þá helstu einkenni sem hafa fundist, það er brjóstþurrkur, þreyta, yfirlið, hjartsláttartruflanir og mæði. Ég ætla aðeins að fara yfir niðurstöður úr fyrri rannsóknina því ég er ekki með neina niðurstöður. Það er ekki búið að skrifa grein en þetta hefur verið birt á þingum. Það eru 45 einstaklingar sem uppfylltu skilgreinina hjartaskynduga í fyrri rannsókn og þetta er tíðnin 1,47 per 100.000. Kallarnir algengara hjá þeim 1,87 eða 64% þeirra sem létust. Og hér eru orsakirnar. Kransæðasjúkdómar stærstir 24%, byggingarlega eðlilegt hjarta í 16% tilvika og ofvaxta hjartavöðvakvilli næstur 13% og hjartsláttartruflanir í sama sæti 13% og mýókarditis á eftir 9%. Og hér er aldursdreifingin og þá sér bara hvað kransæðasjúkdómar eru áberandi í eldri flokkunum. Mýókarditis er svolítið áberandi í 21–25 ára og byggingarlega eðlilegt hjarta þarna í yngra fólkinu. Ég ætla að tala 2 rannsóknir sem hafa verið gerðar núna og eru nýlegar og kannski sérstaklega vegna þess að þær ná til heilla þjóða. Og þetta er sem sagt framsýn rannsókn sem var gerð í Ástralíu og Nýja-Sjálandi árunum 2010–2012. Og birtist í New England. Þeir tóku 1–35 ára, tíðnin hjá þeim var 1,3 per 100.000, 72% kallar. 40% tilfellana hjá þeim gerðist í hvíld eða í svefni og þeir fundu enga skýringu eða byggingarlega eðlilegt hjarta í krufningu í 40% tilvika, kransæðasjúkdómar 24% og hjartavöðvakvillar, kardiómýópatíur 16%. Þeir gerðu mólekúlar krufningu, þeir leituðu í þeim tilfellum, þessum 40% tilfella sem engin skýring fannst og var byggingarlega eðlilegt hjarta í krufningu, að ákveðnum stökkbreytingum og fundu þá greininguna í 27% tilfella, af þessum 40%. Og svo er þessi danska rannsókn, sem einnig líka til heilla þjóðar, þetta birtist þarna í European. Hún þeir rannsaka líka innstu 35 ára, hún er aftursæ, þeir skoðu krufningaskýrslur, þetta er 2000–2006, tíðnin 1,9 per 100.000 aðeins herri, 67% kallar og þeir voru með 29% sem finnst engin skýring og byggingarlega eðlilegt hjarta, 13% kransæðasjúkdómar, 9% kardiómýópatíur, meiri hluti tilfella í hvíld eða í svefni. Þannig að þetta við stöndum fyrir smá vandamáli, það er þetta, það er eðlileg hjörtu í krufningu. Þetta er svona í þessum rannsóknum 30–40% tilvika og fólk er að velta fyrir sig hvort það séu jónagamlar gallar og þar af leiðandi hjartsláttartruflanir í kjölfarið. Og þetta er að ryðja sig svolítið til rúms þessi molecular autopsy, þar sem er leitað að genagöllum eftir andlátið. Og þarna skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að reyna að fá fyrri sögu og reyna að fá góða fjölskyldusögu til þess að reyna að átta sig á hver ástæða dauða er.
því að það fólk sem stendur eftir og genagallar sem valda hjartaskyndidauða erfast flestir oftast autosomal dominant sem við þekkjum. Þannig að hjartalæknarnir standa fyrir þeirri spurningu á að skima eftirlifendur og flestir sammála að klínískt mat á fyrstu gráðu ættingum mikilvægt og það eru oftast tekin heilsufarssaga, fjölskyldusaga og tekið hvíld- og áreiðslu hjartalínurit og hjartaómun og svo jafnvel spurningum frekari rannsóknir. En þetta kemur alltaf inn á líka svolítið siðfræðilega erfið mál eins og þegar að einhver galli þekktur, hvort það eigi að fósturskima með öllum þeim siðferðislegu spurningum sem að koma að því, tryggingamál, þannig ef þú ert jákvæður, þú getur vel verið að fengja neitanir og tryggingar en ef þú hefur aldrei athugað þá hefur enginn spáð í því og náttúrulega miklu fleira. Þannig að, já, ég held að þetta bara búið hjá mér. Takk fyrir að hlusta.